Útgjalda, spillingu af öllu tagi og græðgi bankamanna var mótmælt allan heim í dag. Ítalska lögreglan þurfti að beita kylfum, táragasi og háþrýstidælum til að hafa hemil á æstum mótmælendum í Rómarborg. Margir slösuðust, víðast hvar annars staðar voru aðgerðirnar friðsamlegar. Talið að mótmælt hafi verið í það bil 1000 borgum í yfir 80 löndum í dag. Hvergi tóku fleiri þátt í aðgerðunum en í Róm. Það bil 100.000 manns söfnuðust saman í miðborginni og mótmæltu spillingu, niðurskurði ríkisútgjalda og ofurvaldi fjármálastofnana. La rivoluzione che stiamo per fare in questo paese, perché non ne possiamo più del fatto che la politica sia stata soppiantata prima dall'economia, adesso dalla finanza, è qualcosa di invisibile che invece in maniera molto materiale e concreta soffoca la vita materiale delle persone. Flestir létu mótmælendurnir sem nægja að hrópa vígorð en fámennur hópur svartklæddra öfgamanna tók sig út úr hópnum og kveikti í bílum og ruslagámum og braut rúður í verslunum. Lögregla varð að beita kylfum, táragasi og háþrýsti vatnsdælum til að sundra hópnum. Að minnsta kosti 30 lögreglumenn slösuðust í átökunum og töluverður fjöldi mótmælenda. Í Berlín reyndu mótmælendur að gera áhlaup á þinghúsið en lögregla hélt þeim í skefjum. Alls var tilkynnt aðgerðir í 50 borgum Þýskalands. Í Frankfurt söfnuðust 5.000 manns saman framan við höfuðstöðvar Seðlabanka Evrópu og veifuðu skiltum sem ástóð Evrópa, grískur harmleikur, stöðvum einræði bankana og hertökum Evrópu, svo að nokkuð sé nefnt. Ich finde einfach, dass die Menschen unter den Banken leiden. Ich denke, dass in den letzten Jahren da eine ganz klare Werteverschiebung stattgefunden hat und dagegen geht es für mich heute zu demonstrieren. Fréttir hafa borist af mótmælagöngum og fundum frá nánast öllum höfuðborgum Evrópu í dag. Í Kaupmannahöfn söfnuðust til dæmis 2000 manns saman á Ráðhústorginu undir einkunnarorðunum hertökum Danmörku. Undir kvöld hófust síðan mótmælaaðgerðir í Washington, New York og fleiri borgum í Bandaríkjunum. Mótmælendur þar í landi hafa einmitt haft sig mjög í frammi að undanförnu undir slagorðunum hertökum Wall Street.